Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni, klukkan 8, þá var það sagði fréttir. Hjá mér Björn Þorláks og María Lilja. Við skulum byrja á frétt sem var aftarlega í fréttatíma Stöð 2, það ný maskínukönnun. Ég veit ekki hvort það sé mikil forvitni fyrir þessu. Það eiginlega sáralitla breytingar frá fyrri könnunum. Það má sjá að Píratarnir að rísa, þeir mælast inn á þingi, eru með 5,8% og myndu þá fá 4 þingmenn. Og Viðreisn heldur að minnka, en annars sáralítil breyting á fylgiflokkana. Það eins og ég sett inn í þetta, ég veit ekki takk eftir þessu, og það eru súlur sem að sýna kosningarnar í nóvember og svo síðustu könnun og svo þessa könnun. En ég skaut þarna inn þingmannafjölda og þið sjáið að samkvæmt þessari könnun myndi Samfylkingin fá 22 þingmenn, 7 fleiri en núna. Og Píratarnir fengi 4, sem eru ekki með neitt núna, þannig 11 þingmenn. Og það þannig að þessi 7 þingmenn sem að Samfylkingin að fá, við gætum sagt að þeir komi bara frá Flokki fólksins og Viðreisn, þau eru innan stjórnarinnar. Flokkur fólksins að tapa 6 þingmönnum, það eru 4, og Viðreisn að tapa 1. Og svo það stjórnarandstaðan, sem oft nú þannig að stjórnarandstaða eigi að sækja á móti ríkisstjórn. En allir flokkarnir þar að tapa, Framsókn tapar 1 og Sjálfstæðisflokkurinn tapar 1 og Miðflokkurinn tapar 2. Og það getum við sagt að séu tapaði til Pírata ef við getum orðað þannig. Já, þetta forvitnilegt sko. Já, það skjóta inn, af því að við erum alltaf að tala við erum að tala mótmælin í London og við erum að tala áherslu Trump og við erum að tala uppgang Le Pen í Frakklandi og Alternative for Deutschland í Þýskalandi og hægri bylgja. Það ekki að sjá í könnunum á Íslandi. Nei, sko, ég veit ekki hvar maður á fyrst að bera niður, það náttúrulega eins og þú byrjaðir á að segja, þú byrjaðir á að ræða Pírata. Hafið þið fundið fyrir einhverju svona stemningu sko fyrir Pírötum? Ég held að svarið sé nei. Þannig að þetta meira svona fylgi óánægju eitthvað, fólk sem heimilislaust það ekki, sem að kemur úr einhverju átt. Mér ekki líklegt að þetta sósíalista rögl hafi þarna einhver áhrif. Það ekki svo langt síðan að sko sósíalistar voru stæðstir af þessum 3 flokkum sem ekki inn á þingi og voru kannski með yfir helmingin af því fylgi, en það ekki lengur. Þannig að eitthvað fer það fylgi og þá getur maður velt fyrir hvert fara að vera á Pírata. Já, einmitt. Og svo hélt ég kannski að flokkur fólksins myndi aðeins rétta úr svona frá með þingbyrjun og þau eru meira ábyrjandi og allt það. En það virðist nú ekki vera að skila sér. Framsókn alveg botnfrosin þarna. En hún þó inn á þingi, hún hefur mæst utan þings sem ótrúlegt. Einmitt, en umræðuefnið Píratar. Það einhvern veginn það sem ég tek út þessu. Og kannski þetta svona bara slysakönnun eins og stundu gerist. Það alltaf að bíða eftir svona 1-2 til þess að sjá hvort það sé raunverulegur trend. En það til dæmis eins og, ég held að Miðflokkurinn geti ekki verið ánægður með sig, með þeir svolítið rognir svona eftir sumarið og þessu oddvitarnir einhvern veginn í stjórnarandstöðinni. Vekja athygli alltaf í umræðinni, Sigmundur og Snorri og það svo mikið talað þá. Ég held að þeir myndu líta á að morðið á Charlie Kirk, mótmælin í London, ýmis fréttir sem koma utan væri svona eitthvað sem myndi vekja athygli á þeim. Það alveg rétt sko, þeir hafa mjög mikinn taltíma. Þeir fá mikinn umfjöllunartíma í fjölmiðlum og eru áberandi en þeir eru ekkert að skora út af það. Nei, maður svona vonar ekki. Þetta eins og þannig, bara að þessi hægri bylgja eins og í Bretlandi, við nefndum það sem Nigel Farage mælist með yfir 30% fylgi, að hún virðist ekki hafa komið að Íslandsströndum. Herðu, það var aðalfréttin svolítið í gær í kvöldfréttunum og núna í kvöld á öðrum miðlum voru þessi drónar þarna í Kastrup. Ég tók hérna Extrablaðið til þess að svona fyrir þá sem horfa okkur í sjónvarpi að svona stemming, svona gult og rautt og drónarnir svífa yfir Kastrup. Þetta engar smá yfirlýsingar svona í ljósi þess að það nú voðalega lítið vitað þessa dróna. Það var ekki talin ástæða til þess að skjóta það niður, einfaldlega vegna þess að það var skapað einhverjar hættu á jörðinni þegar þau féllu en svo þóttu kannski bara ekki alveg nógu stórir.
Það var kannski var sagt að hætta við að skjóta niður, þá geti braki farið á aðra flugvélar sem voru þarna og það er náttúrulega mikið eldsneyti og svoleiðis, það var rökin. Já, en sko, já, ég veit ekki. Sko, ég sá nú eitthvað talaði þetta svona á internetinu í dag og það voru einhver svona drónaspecialistar sem vildi meina það að þetta voru ekki svona henni dæmigerðu langdrægu drónar, þannig að það hefur nú einhver verið að fljúga þeim, sko, það verið þá einhver flutt á til Danmerkur, Svíþjóðar og flogið þeim yfir. Þetta sé að þeir eru ekki komnir frá Rússlandi alla leið, þessar típur af drónum, þeir drífa hreinlega ekki. En þessi frétt var allstaðar. Ég var að skoða fjölmiðla út allar heim. Þetta var eiginlega allstaðar. Og þetta kom inn á þing. Það var Guðrún Hafsteinsdóttir var í þinginu í dag og var að því Inga Sæland hérna forsætisráðherra, af því þær eru í Sameinuðu þjóðunum, Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín. Þannig Inga forsætisráðherra og Guðrún Hafsteinsdóttir vildi að Inga kallaði saman þjóðaröryggisráð út af þessu drónaflugi. Já. Það heyri svona á ykkur að þeir séu ekki alveg, þeir munu sofa rólega í nótt yfir þessum drónum. Sko, ég var að hugsa það hérna að ef maður fer aftur einhverja áratugi til þess tíma sem maður hefur störf sem blaðamaður, þá voru 4 blöð hérna. Það var Mogginn, Tíminn, Alþýðublaðið og Þjóðviljinn. Og ef ritstjórnir þessara blaða hefðu heyrt í íslenskum ráðamönnum... Svo var náttúrulega DFF líka. Jú, það kom aldrei norður. En hérna, ef sem sagt ritstjórnir þessara 4 fjölmiðla hefðu svona verið að fylgjast með umræðinni í pólitíkinu á Íslandi í dag og mjög svo espuðum að mér finnst persónulega og dramatískum viðbröðum við þessu og einkennilegum snúningi að láta alltaf eins og Ísland sé bara við hliðin á Danmörku, bara sé komið þarna inn í meginlandið, þá held ég að tíminn hefði farið svona frekar passíft í málið. Alþýðuflokkurinn og Þjóðviljinn, þau hefðu bara hægan. Það ekkert hrikalegt að gerast hérna fyrir Íslands þjóðarbú öryggislega í augnablikinu þótt að sé einhver drónaflug og átök þarna á þessum stað. Mogginn hefði verið espaður, en erum við öll bara orðin Mogginn? Kannski hefði Þjóðviljinn komið með eitt sjónarmið sem hefði sagt við það að það stríð í Evrópu. Og þetta, hérna, ef þetta rússar, segjum þessu rússar sem eru að fara inn í Pólland og rjúa lofthelgina, það nú ekki diltu það að þeir hafa verið, hérna var ekki Íslandi, og ef þeir hafa verið með drónuna þannig, þá það vegna þess að það stríði í Evrópu og þessar þjóðir eru að taka þátt í stríði. Og ef þú tekur þátt í stríði, þá kallar á stríði heim, eins og stundum sagt. Og ef þú ert að fjármagna vopnakaup sem íslensk stjórnvöld og að kaupa vopn sem eru notuð til þess að drepa rússneska hermenn, að þá eykur það líkurnar á því að það komi eitthvað til þín á endanum. Þannig að kannski væri sjónarmið, ef við erum að tala, ef ég má meira rödd hinna dánu blaða, þá getur Þjóðviljinn bent á það að afstaða þessar ríkisstjórnar og síðustu ríkisstjórnar að kaupa vopn í þessu stríði, grafa undan öryggislíka. En hefur það verið sett í samhengi við þessar langdrægu flugar sem að Danir voru að kaupa einmitt út af þessu sem þú segir? Ég hef hvergi séð fjallað það í dag, að ég muna einmitt, þetta eitthvað svona sem að maður kallar kannski heim. Finnst ykkur sko ekki eðlilegt að Dananum ætti að líða aðeins öðruvísi en Íslendingnum í dag? Ég nú alltaf verið að reyna að benda á þetta. Við erum með allt öðruvísi öryggis, ætti að vera allt annað öryggismat hjá okkur, heldur en hjá Eystrasaltslöndunum eða Norðurlöndunum. En því miður og þá það bara alltaf að tala þannig að við eigum eiginlega að taka upp öryggismat Eystrasaltsríkjanna vegna þess að þau óttast Rússland svo mikið, að þá við að óttast það svo mikið. Og hvað balansinn þegar sko stjórnarandstaðan er með svipuna að flýta fyrir þjóðaröryggisfundi? Það engin andstaða. Það kom bara frétt seinna í dag að Þorgerður Katrín, hún segir að sé fullt tilefni til þess að kalla saman þjóðaröryggisráð út af þessu drónaflugi. Já. Og hún búin að tala þannig í allan dag, í öllum viðtölum, að sko ógnin sé svo rosaleg, I told you so, þetta alltaf að verða svakalegra og svakalegra, maður bara goodbye miljardar, maður sér bara að við þurfum að kveðja mjög marga miljardar. En maður velti líka fyrir sér sko að því að við erum eyja, einhvers staðar á Ballarhafi og einmitt, það allt annað öryggismat hér, við höfum átt í mjög góðu sambandi við Rússa og í gegnum tíðina við höfum átt í góðum viðskiptasamningum við og annað því líkt. Hvarflar ekki að neinum að hringja bara í Pútín
Putin, hvernig væri það? Og segja bara, herru kallið minn, getur við fyrir undanskilið þessari deilu? Nei, ég held að það sé engin stemming á þingi fyrir því. Ég held að það sé stemming fyrir því að við tökum þátt í, við erum að lista yfir viljuðu þjóðir. Og fjölmiðlarnir. Við erum ætlum að auka hernaðar aðstóðs eða við viljum að kaupa fleiri vopn fyrir Úkraínu heldur við gert hingað til. Bara ein rödd á þingi og það er líka bara mjög samstillt rödd á meðal fjölmiðla, leiðandi fjölmiðla í þessu landi. Hvernig heldur almenningur sjá þetta fyrir sér? Ég heyrði í honum í dag, það var einhver innringi þáttur á Bylgjunni og þar voru menn nefnt bara hvað er í gangi sko. Þær rættir sem ég heyrði, þær voru meiri ættu það sem við erum að tala hér. Ég tók dæma þessu í einhverjum umræðu þetta hérna við þetta að þá hafi verið einhver svona stjórnmálamenn í fréttatíma og svo farið út og talaðu almenningu með allt annan tón heldur en stjórnmálastéttin. Nú veit ég hvað spurning dagsins á morgun verður. Já, förum í það. Heyrðu, en það er náttúrulega stress í gangi og það er verið, við getum sagt að það sé verið að ýta undir það því að það getur verið ykkur ógnað þessu en það eru viðbröðin, þegar viðbröðin eru svona yfirspennt að þá náttúrulega spennast samfélögin og það voru sprengingar í Oslo sem voru bara núna rétt áðan. Allavega ein handsprengja sem var sprengt, svo fannst önnur handsprengja. Við veitum ekki hvort þetta séu rússarnir séu mættir þarna með 2 handsprengjur, ég held ekki, en þetta er svona dæmi sko hvað þetta er tens eins og svo er. Það verða allar fréttir eins og heimsendir, sé bara innrásin yfirvofandi. Þetta er skuggalagt. Herðu, en ég var að skoða, því ég var að leita einhverjum svona fréttum þessa dróna, þá voru ég svona dönsku pressuna og ég var að segja að ég fann ekki mikið sko. Þetta var, við nýtt ekkert hvað þetta er og þetta er svona mjög sérkjælega fréttir. En ég tók eina frétta því að þá var Trump að tala á Sameinuðu þjóðunum. Trump nefnir Danmörku, segir PT og við veitum þetta stundum skömmustu við okkur fyrir að vera svona lítil í okkur og svona. En Danirnir eru líka smáþjóð og þeir falla fyrir þetta. Fyrir þessu. En það var, þetta var nógu stór frétt, þetta með drónuna, til þess að hún rataði inn í ræðu Trump, sem á nú heljarina löng. Við erum með myndir af, ég var nú að hlusta á hana, tók svona skjámynd af honum. Já, það var klukkustund að ræða. Ég hlustaði á brot úr ræðinni þegar hann skammaði. Já, svo hlustaði alltaf það. Já. Þetta er náttúrulega, maður heilt svona ræður áður. Þetta er heljarina rant, náma tilbaka, eins og það kallast. Hann veður úr einu í annað. En hann er að segja að Evrópa fara til helvítis út af innflytjendamálum og það verði bara, no border stefnan, það verður bara að stoppa hana. Hann gat ekki það að meiri hluti þeirra flóttamanna sem er að koma til Evrópu er að flýja stríð sem að Bandaríkjamenn hafa efnt til. Á sama tíma hún segir flóttamenn helstu ógnina. Já, en hann nefndi það ekki. Nei. Hann talaði að hann ætti að fara á friðarvelunin og gat ekki það að hann er helsti stuðningsmaður þjóðarmorðs sem er líklega alvarlegasti glæpur á þessari öld. Hann gæti ekki það. Þannig það var svona margt skrítið í... Já, hann skammaði Sameinuðu þjóðirnar og ríkin sem hafa verið að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki núna undanfarið. Það verið viðurkenning á hryðjuverkum Hamas 7. október. Akkurat. Ef þú gerir það. Þetta er svona eins og einhver mjög svona twisted söluræða. Vettvangurinn stórfurðulegur. Og hver er söluvaran? Það er náttúrulega hann sjálfur. Hann var að spá öllu og ég hef alltaf spáð, alltaf eftir rétt fyrir mér. Og svo spáður hann þetta verður náttúrulega ef þetta verið bíómynd. Þetta verður bara Star Wars sem verður ekki allar þjóðir alheimsins koma saman og það verður sýndur einhver svona maður höpp, bladrandi svona eitthvað. Það myndi ekki trúa þetta er verið að breyta myndinni bara í eitthvað farsa eða hvað rugl er þetta? Hann er búin að stöðva 7 stríð. Ég hugsa ykkur bara hvað verður gaman í sögukennslustundum framtíðarinnar svona eftir svona 200 ár eitthvað svoleiðis. Að greina hvað þetta var. Já. Allavega er þetta umhverfi sem við lifum í, það er þannig að maður kemst ekki gegnum það nema með einhverjum smá skammti af húmor sko. Já, það ég er alveg samlega. Það voru mörg blöð og ég er enda með Vost og Post, það eru mörg blöð sem voru að fjalla þetta sama tíma og hann var að halda ræðuna og benda á að hann var að fara með rangindi í hinu og þessu. Það verðist ekki skipta neinu máli. En það talaði heldur enginn
til hans eða við hann þarna á þinginu, ég meina að það ekki hægt að segja að nokkur sé að skamma hann eða slá á puttan á hann. Menn hafa nú haldið skrýtnar ræður þarna, það voru Gaddafi átti til að halda skrýtnar ræður og menn hafa haldið skrýtnar ræður þarna. Og það ekki sem að segir eitthvað, er þetta ekki orðið gott hérna? Nei. Þannig að þú ferð. En ég tók hérna Fox News til þess að sýna svona stemninguna því að þeir geta ekki fundið alveg svona að eitthvað verið vit í þessu. Þannig þeir taka þarna að hann hefði fengið það til að hlæja. Og það sem hann fekk þá til þess að hlæja var að prompterinn virkaði ekki. Og hann var rosalega reiður og þetta var svona dæmi að þetta væri ekki svona ef ég réði hérna meiru þá myndi prompterinn virka. Og svo fóru þau í eitthvað rullusteg og hann virkaði ekki heldur. Og þannig að ég veit ekki sko eitthvað sem kemur fyrir hann persónulega og svo bara alvarlegustu mál í heimi að hann gerir enga greina með þessu. Nei. Það margt sem bendir til þess að hann sé alvöru klikkaður, sko, alvöru veikur. Að það sé ekki bara eitthvað í nösunum á honum, skilur eitthvað plan. Nei, mitt. Nei, það er erfitt að segja, munið ekki eftir þessu að hann getur ekki alvitlaus fyrst að hann er forseti Bandaríkjanna. Þetta getur ekki verið... Ég held að ég hafi sagt þetta á einhverjum tímapunkti örugglega. Þetta getur ekki verið heimsku maður. Nei, ég meina, í fyrri fórsetatíðina þá hugsaði ég, nei, það bara getur ekki verið. Ég meina, þetta hlýtur að vera klár maður. Hann veit hvað hann er að gera. Það efaðist enginn geðheilbrigði Hitlers fyrir nú seint. Nei, hann þóttu líka að vera mjög góður svona í strategíu, Hitler, framanaf. Þóttu hann hafi gengið og vel og lengi og mistið óngrind. En kannski hægt að segja Trump að ég meina, hann er ekki heimskur en hann er hryllilegt fífl. Það er hægt að vera hvort ekki í sama tíma. Heyrðu, þessu svolítið tengt, það var frétt þarna djúpt inn í Guardian. Þetta er svona think tank sem ég held nú reyndar að sé að einhver leyti sko fjármagnar af Soros. Þeim illa manni frá sjónarhóli hægrisis. Og þeir eru að draga saman að svona afskipti Bandaríkjanna af innanlandsmálum í Evrópu. Og til dæmis Elon Musk mætti á mótmælinni í London og Steve Bannon hefur farið inn og svo eru líka það var mynd af Trump með Meloni. Hún hefur talað inn á sko stórum hátíðum republikana í Bandaríkjunum og sama með Orbán og þeim leið og var svona afturhaldssamur forseti kosin í Póllandi þá var honum alveg skuttlað í Hvíta húsið í Hvelli, hann er að hampa hægri sinnum forseta Finnlands og ég meina það er augljóslega þeir hafa ótrúlega mikinn áhuga á stjórnmálaþróunin í Evrópu og áhugað er að vera spennast á því að auka mjög herútgjöld til þess að lama svona velferðarkerfin, snúa Evrópu í andstöðu gegn öllum innflytjendum og taka svolítið upp svona trumpíska bandaríska stefnu og þetta muni ekki eftir því að fyrir nokkrum árum var að tala að sko Pútín væri að skipta sér svo mikið af innanlandsmálum í Evrópuríkjunum og vera af áhrif á stjórnmálaþróunina að ýta undir eiginlega alveg sama liðið og Trump er að ýta undir. Já. Nei, er það ekki? Jú, það er rétt. Herðu, það er Gaza, þá er Al-Jazeera með frétt. Þau birt alltaf, maður þraut segja í þessari fréttastofu, þau birt alltaf á sama stað á forsíðunni sinni. Þar sem er telja þá sem hafa verið drepnir í dag. Ég er rauður orðinni 36 núna, akkurat núna. Bara fyrir 3 mínútum síðan var það uppbært. Og þarna er það að segja kannski sem að margir hugsa á sama tíma og allir þessir kallar og kellingar er að koma fram þarna í Sameinuðu þjóðunum að tala nauðsyn og vopnahléi að þá heldur stríðsmaskína Ísrael áfram að murka lífið úr. Já, og bara með skelfilegum hætti eins og við höfum svo oft rætt þetta, en það er eitt svona sem að ég held að við bara sem fjölmiðl og fjölmiðlar almennt þurfum að fara að fókusera svolítið mikið á og það er Vesturbakkinn, að því að það eru svona allar vísbendingar það að Vesturbakkinn sé næstur í röðinni. Það eru svona tíðari inngrip, herinngrip, það sem er verið að loka svæðum og hólfa afskipti af fyrirtækjarekstri og fangelsanir á saklausu fólki. Þetta er svona, þetta er þetta veruleiki sem er til á Vesturbakkunum og hefur verið til, en svona í auknum mæli núna og ég held að sko, ef að maður rýnir í orð Netanyahu og hans slegtist, þá segja þeir það
bara með beinum orðum og ég held að hérna við myndum sína mikið ábyrgðarleysi ef við fylgdum því ekki eftir. Og hann segir sko, það verður aldrei neitt ríki Palestínumanna. Akkurat. Hann segir það núna. Akkurat. Og það eitt sem varðandi ræðuna hans Trump. Hún náttúrulega bara eitt stórt grænt ljós til Ísrael, bara gerir það sem eitthvað eftir í hug. Já. Herðu, okkar kona, Kristrún Frostadóttir, hún var með ræðu, ég held að við bara verið í morgun. Hún var ekki að tala um þessi mál, hún talaði um kvenfrelsismál og draga athygli af svona ákveðnu forystu hlutverki Íslendinga í réttindu kvenna. Er þetta ekki það sem að lítil þjóð getur gert, að koma og valið svona sitt mál og lagt það fram? Ég var svona gengið og undan með góðu fordæmi. Ég menna, auðvitað er það. Ég menn, hún talar auðvitað um þetta, fyrirmyndir skipti máli og Ísland getur auðvitað verið leiðandi og sem fyrirmyndi í mörgum málum og þá kannski fínt að halda sig utan stríðsbrölds. Já, nú fæ ég svona nostalgíukast, vitið og mýktin og skynnsemin, litla íslenska röddin á alþjóða vettvangi. Akkurat. Þú talar með það? Nei, já, sko þetta... Þú ekki vilja hún fara úr skónum og lamið í fúslið og skammað Ísraelsmenn? Nei, jú, hún má alveg gera það, af því að nú er neyðarástand í þeim efnum. En ég bara tala um svona, þú veist, heilt yfir. Þessi tónn, það er þessi tónn sem við höfum þekkt frekar en þetta stríðsæsinga, öryggisvarnar, brjálæði talandi við einhverja hernaðarsérfræðinga á 30 mínútna fresti. Það láta allir eins og séu sko 4 stjórnu generalar sko í landi sem er ekki með her sko. Já, akkurat. Herðu, meðast það er eitt sem er deyjandi út úr okkar fæi. Það eru ljósmyndarar. Já. Og það er eiginlega bara Moggi sem er með ljósmyndadeild og svo eru einn eða tveir á Vísi sem að taka myndir. En það er ekki það sama og þegar blöðin kom út. Nei. Það er öðruvísi farið með það er alltaf öðruvísi umkyngnum blöður. En mér varst sterkar myndir í Mogganum í morgun sem að voru af vindmyllum og sem að svona dæmi um það hvað mynd getur sagt meira 1000 orð. Já. Ég sagði nú stundum þegar ég var ritstjóri 1000 orð er ekki nema svona kannski 24 dagsettur, það er ekki neitt. Nei. 1000 orð er ekki svo mikið. En þessi mynd sýnir sko hvað þetta er ógnar stór framkvæmd að reisa upp eina vindmyllu. Ég er sammála. Þessi mynd setur einhvern veginn öll orðin í nýtt samhengi. Ég hef oft heyrt þetta, við höfum oft talað um þetta hér, hvað þetta er mikla framkvæmdir, en það var ekki fyrir ég sá þessa mynd að ég hugsaði bara, vá, hvað þetta er. Þannig erum við bara að tala um botnin, sko. Já. Hvernig heldur að myndin verði þegar allt er komið? Og þegar menn segja, sko, já, svo dugar þetta í einhver svona, kannski 14 ár og svo tökum þetta bara niður. Þetta verður allt eftir og allt raski við að gera þessa framkvæmd. Þetta er bara heilt vegakerfi sem þarf að leggja að þessu. Ég er bara allt náttúru og umhverfi þessi líf þarna og svo ekki sem minnst á hávaðamengunina sem að mjög þykir svolítið áhugaverður faktor í þessu öllu saman. 18 milljarða útboðið eitthvað sluðis, bara þessi verkþáttur. Það setja grunninn. Þetta er svo stórklað, sko. Herðu, þú rakst augun í aðsetta grein á Vísi. Eru Íslendingar feigir? Já. Nú er það að gerast sem að maður saknaði svolítið í síðustu viku þegar mest á umræðan varðum olíuna. Að þá hlustuðu á hverja fréttin og fætur annari það að olíuævintýrið væri handa við hornið. En nú eru vísindamennir farnir að svara vegna þess að þeim fannst að það væri ekki kannski verið að spyrja réttu spurningana. Viðskiptaráð var að telja saman hvað þú græði mikið. Já, og þessi til dæmis ágætismaður við getum aftur fengið að sjá skoðana grein hans á Vísi. Hann tekur saman nokkrar staðreyndir sem að mér finnst allt í lagi að nefna þessar eru sláandi. Við höfum talað um það að þaðan minkalosun varði okkur Íslendinga alveg óhemju mikið út af Golfstrauminum og hann nefnir þarna í þessari grein að ef losun er áfram aukin þá eru 70% líkur á hruni þessa amok straums. Ef við drögum skarplega úr losun og stöðum hnættrannar línun þá fari þetta niður í 25%. Það er ansi mikill munur á þessu. Og við ættum sístir allra að vera að fara að leita olíu. Það er akkurat, en sú staðreind, því ég treysti honum alveg til þess að reikna þessu manni sem að mér fannst áhugaverðust,
Þetta er Sigurður Loftur Thorlacius, umhverfisverkfræðingur. Einmitt, að sko olíufundur og olíuvinnsla, eins og hann segir, það myndu hafa í för með sér aukningu í losun gróðurhúsalofttegunda sem nemur, og takið eftir, mörg 100-faldri losun Íslands árið 2024. Ef þessar tölur set ekki hlutina í nýtt samhengi, þá veit ég ekki hvað. Og við fáum kannski næstu mynd. Kannski segir viðskiptaráð, en við munum bara græða svo mikið á þessu. Viðskiptaráð mun örugglega segja eitthvað. Og þarna komin hérna annar verkfræðingur, Hallgrímur Óskarsson, sem að hérna, ég held að sé ekki tilviljun að þetta nú eru svörin að koma sem vantaði í síðustu viku. Og þarna kemur fram af hverju við ættum að leita að olíu þegar 75% samdráttur í sölu olíu framöndan. Bara svona annar vinkil. Ruglarar umræðu. Já, herðu, heldum áfram að fylgjast með olíuleitinni. Það verður rugla rætt þetta á þingi. Við spáði að þetta verði eitt af pólitísku málunum í vetur. Þau eru ekki alltaf þau mikilvægstu, þau eru bara þau sem að fljúga eins og sagt. Hérna er einn frétt úr heimshagkerfinu, ég veit ekki, OECD, þetta er FF7 sem við vitnum stundum í, vefmiðill sem einu sem hét turisti.is. Það er OECD að hækka spánna hagvöxt í heiminum og kann að koma ykkur óvart að því að byrju áttu ekki tollarnir hjá Trump að draga úr heimsviðskiptum og koma á samdrætti. Og jú, það er einmitt þannig og ástæðan fyrir að það er hagvöxtur auki núna að menn voru að flýta sér áður en að Trump setta á tollana, þannig að það var mikið framleitt og mikið verið að koma inn í löndin og inn í Bandaríkin áður en að tollarnir kæmu. Og þetta er gusa sem er afleiðing af því að Trump að boða hækkun tolla. Dauða kippur. Herðu, hér er svo frétt upplifðu að þau hefðu verið í gildru. Þetta eru Mattias James Spencer Heimisson og Adrímir Selena Melo Fría sem að giftu sig. Hún er frá Venezuela, kom hingað að leita að hæli, en hún kom þarna þegar það var allt sett í frost af því það var svona verið að bíða eftir því að kærunefndin myndi koma með nýjan úrskurð af því það hafði verið breytt lögunum eitthvað til. Áður en að það kom höfðu fólk frá Venezuela automatist fengið 4 ára dvalarleyfi, hvatningu íslenska stjórnvalda. Þetta var ákvörðun sem var tekið þegar í ríkisstjórn þegar Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra og Áslaug Arna var dómsmálaráðherra, að það var fólki boðið hingað. En hún kemur sem sagt. En þá er komið frost, þannig að það er ekkert að vera að afgreiða hennar umsókn. Og svo kemur niðurstaðan og þá er það afturvirt allir sem að koma og sóttu að því verður hafnað. En hún hittir Mattias á þessu tíma og þau fella hugi saman eins og þetta og þau gifta sig. Og Mattias stóði þeirri trú að þar með myndi hún fá dvalarleyfi sem eiginkona hans. En það er ekki það svo. Nei. Og ég hitti þau eftir og ég spurði Mattias meðal annars, er það þá útlendingastofnun að halda þið fram að þetta sé sýndarbrúðkaup og sé að fylgjast með ykkur að reyna að afhjúpa að þetta sé bara fals. Það sagði, nei, það er ekki orðið varðið það. Þá bara afgreiðu allar giftingar hælisleitenda eru fá sömu afgreiðslu. Þannig að það bara litið svo á að þau séu ómark. Vegna þess að hún hefur ekki verið með svona ferðmanna eða vegabréfsáritun til Íslands, einfaldlega vegna þess að hún var með innleggjandi dvalarleyfisumsókn til Útlendingastofnunar á grundvelli svona hælis. Og þá eru þau hvött til þess að draga umsóknina tilbaka af því að þau eru að fara að gifta sig og það leiðir til þess að þau eru eiginlega í ennþá verið stöðu því að ef að svo hefði verið að þá hefði hún eiginlega þurft að vera erlendis þegar þetta bara flækja. Þau töldu sig við í góðri trú að vera bara að þykja ráðleggingar frá Útlendingastofnun sem að virtist vera raunverulega að gera þeirra stöðu en þá verri. Á 5. dagi næsta verður hún líklega handtekinn eða verður kölluð til viðtals og verður boðið að skrifa upp á það að fara sjálfvíðlegu landi og þá mun hún hafa mjög litla líkur á því að koma hingað eða láta henda sér úr landi. Já. Og þú semst með viðtal við þessi hjón við rauðaborðið í kvöld. Og hún telst á væntanlega í ólögmætri dvöl á Íslandi vegna þess að hún er ekki með eina innleggjandi umsókn og
nema þessa hjúskaparumsókn og ekkert vísa þar að baki. Þetta bara svona bjúrokrasi og leiðindi. Og hún með drengi sinn með sem 14 ára. Hann var ekki í neinum skóla, þótt að það sé í barnasáttmálanum að börn verði að vera í skóla. Og þau komu nú reyndar inn í skóla sjálf. Það var ekki Útlendingastofnun sem var að ídöðu það. Ég held ég sé búin að skrifa 10.000 fréttir á langri ævi þverbrotin barnasáttmála. Já. Herðu, við skulum fara út í heim. Þetta Boston Globe, Trump að tilkynna að paracetamol, heitir það ekki í íslensku? Jú. Hann tilkynna það að hann og Robert Kennedy Jr. Þeir hafa komist að því að þetta lyf valdi einhverfu. Það ekki þannig að það segja vísindasamfélagið sé á sama máli eða læknar og ekki fæðingarlæknar og ekki Bandaríkjunum og neins þar í heiminum. En þessi tveir, þeir hafa komist að þessu og þeir eru að vara fólk við að og eru að banna það. Þetta kemur í kjölfarið að einhverju rannsókn sem var birt í sumar, þetta eitthvað svona það eitthvað vísindamenn viðurkenna ekki þær rannsóknir sem þær eru bara ekki að fullu unnar og ekki kannski með alveg fullnægjandi hætti til þess að verk sér takandi á. En blessunarlega höfum við þessa tvo kalla sem að geta þá tekið ákvörðun. En það er einmitt áhugavert að Trump sagði nú bara í ræðu, held að hafi verið í gæra að hann fyndi svo sterkt, hann hefði það svo sterkt á tilfinningunni að þetta væri rétt. Hann spáir alltaf rétt. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, hún kom svolítið í hann krappan, sko, það var frétt að koma. Við erum með frétta sem hún að... Akkurat. Að í viðtali við RÚV þá svona vefstinni tungaðan tönn og það var svo fyndið, sko, eða það er náttúrulega ekkert fyndið, það er mjög sorglegt að sko ráðamenn, ráðherrar og svona leiðtogar einhverja ríkja, þeir eru þvílíkt að vanda sig að finna þau orð sem hæfa einhverju svona klikkaðri niðurstöðu. Við vorum að leita þess á þann, hann alltaf heimskur, hann getur verið fíp. Þetta er það sem að fólk hefur allan heim er að finna út úr. Hvað var kallar hann mann? Og alveg að vera diplomati. Já, en Alma Möller, verandi læknir, hún segir að það séu með tækna forsendur fyrir því að þetta sé svona og það sé engin ástæða til þess að hlaupa. Hvað gengur þeim til? Þetta er orðið svona, þetta er stríð, það eru einhverju glóbalistar sem hafa búið til opið landamæri, þannig að innflytjendur eru að koma og grafa undan samfélagunum okkar og það er engin sem sér þess ógn nema við og allan svona rannsóknir í háskólasamfélaginu sem segir að innflytjendur auðgi samfélaginu, að það er einhverju stórkostleg lygi, það er líka rosalega lygi út úr háskólasamfélaginu hvernig heilsan okkar er og til dæmis að þau bara hafnaði að taka þessa könnun sem okkur finnst svona mjög sniðug og þannig að þetta er orðið svona, þetta er eiginlega Trump-stjórnin gegn í háskólasamfélaginu, svona þekkingu sem er byggst upp í samfélaginu. Og að sömuleyti hefur við verið líka fjallað með við rauðaborðið að rótin á svona nýja hægrinu í Bandaríkjunum er mjög öfgafull trúarbrögð, svona evangelísk þjóðernis kristni hvítra Bandaríkjamanna sem eru raunverulega að dýrið hafi náð yfir öllum stofnunum samfélagsins, náð yfir menntakerfin okkar, náð yfir skemmtuna og listakerfin okkar, náð yfir dómskerfin okkar og séð að þröngva sínum hugmyndum upp á okkar samfélag sem að stríða gegn því sem að við viljum og menn eins og Trump sjá hvað er okkur fyrir bestu. Þetta er náttúrulega við erum bara stödd á okkur mjög undarlegu stað. Já, svo veltum maður líka fyrir sér í þessum máli hvort það er eitthvað falið erindi eins og bara að þeir vilja hampa einhverju öðru lyfjafyrirtæki og þú veist, taka niður að það er svo margt sem snýst peninga í þessu rugli, sko. Það er eitt sem við tölum í síðustu viku, þá er það Jimmy Kimmel sem hafa tekið út á dagskrá. Hann er komin aftur inn á ABC sem er í eigu Disney, held ég. En það er ekki þannig að það eru, þetta eru svona keðjur, ABC og CBS og þeir eru senda út dagskrána í sjónvarpsstöðum sem eru í eigu annara og eina af svona stærstu keðjunum sem hefur keypt efni frá ABC ætlar ekki að kaupa, ekki að dreifa þessu þetta. Þannig að það er orðið kannski ekki víst hversu langlífur þessi þáttur verður.
En það rétt að geta þess. Það líka frétt sem við verið að tala að Trump vill skilgreina Antifa sem terrorista hryðjuverkasamtök og sem að verður náttúrulega til þess að það verður ægilegt að taka hvert sem andmann í stjórnvöldum og sem grunaðan terrorista og LA Times segir að þetta sé bara á að gerast. Það var meira Trump. Hérna argentískur miðill. Að Trump sé að bjarga Milei. Sjáu þá. Þú ert hrifin af hárgreiðslunni þeirra. Ég bara sé, hvaða fígúrur eru þetta og hvers vegna þurfum við að lifa undir bara í ævarti þessara manna? Milei náttúrulega mjög kostulegur. Hann gamall pönkari, hann var í hljómsveit í gamla daga. Hann hagfræðingur. Hann tala mikið kvensemi sína, hann mikill kvennamaður, en hefur ekki verið giftur á hins vegar marga hunda sem heita eftir svona ýmsum hægri sinnuðum einræðisherrum. Og mjög sérstakur maður, kallar hárkollan út af þessari furðulegu hárgreiðslu sinni. En hann að keyra í gegn svona svipað var gert í austrinu. Hann að lækna Argentínu með sjokktrítamenti og búinn að reka óheyrilegan fjölda opinberra starfsmanna, loka hinn og þessu. En hann tapaði sveitarstjórnarkosningu núna síðan sem hann stilti upp að þetta vera úrslita eða þjóðaratkvæðagreiðslu hvort og þjóðin stæði með minni stefnu. Og þjóðin talaði og hún vill ekki standa með hans stefnu. Og bæði út af því og hann ekki með þingið með sér, hann ekki að ná inn svona fjárlögum, hann efnahagsstjórnin hans komin út í einhvern mikil vanda og pesoinn í frjálsufalli og það sem verið að tala fundurinn hafi raunverulega snúist hvort það sé möguleiki á því að Trump bakki það upp að Argentína taki upp bandaríkjadollar í staðinn fyrir peso sem hefur alltaf verið að hrynja. Þannig það myndi vera gríðarlegu kostnaður við Bandaríkin að gera það, en það kannski svona frétt sem við höfum eftir að fylgjast með. Má ég vera í Suður-Ameríku áfram að því ég var að lesa dönsku pressuna og komið svolítið óvart hvað mikið af erlendu fréttum í dönsku pressunni, því að við erum orðin illa vön hérna á Íslandi og hérna Information sem svona vinstri sinna blað og þeir eru með þessa fínu úttekt á stöðun í Brasilíu sem svo að hægriðar heldur þingin í gíslingu, þar málþóf að þeir vilja koma í gegn frumvarpi sem að veitir Bolsonaro sakaruppgjöf, en hann var dæmdur í 27 ára fangelsi fyrir 2 vikum og það kemst ekki í gegn og meðal annars leggja fyrir frumvörp frá ríkisstjórninu að hækka skattleysismörk og ýmsar svona félagslegar umbætur sem að koma en þessum að fyrirsögnin að hægrið í Brasilíu hefur bara eitt mál að Bolsonaro. Þeim alveg sama allt annað. Þannig og það eru mótmæli á götunum, bæði með og á móti Bolsonaro. Það allt upp í loft. Annað sem var góð frétt sem ég fann í dönsku pressunni, þetta Ílandsposten, þetta tengist uppgjöri Dana gagnvart því hvernig þeir hegða sér gagnvart Grænlendingum. Við höfum sagt ýmsar fréttir af því. Þarna kemur enn eitt málið að þeir senda bréf og gera samning við Bandaríkin sem eru með herstöðvar í Thule og víðar reyndar á 2000-öldinni á ýmsar framkvæmdir í Grænlandi. Þar sem að danskir stjórnmálamenn gráta í Bandaríkjamönnum að ráða ekki innfædda, ekki velunustörf. Bara í óstörfum, en velunustörfum þau eru fyrir okkur, Danina. Þetta náttúrulega... Þetta rosalegt. Þetta viðbjóðslegt. Hvað getur maður haft þetta? Við vorum eitthvað ræða aðeins í gær tillögur menntamálaráðherrans að búa til svæðisskrifstofur ofan á framhaldsskólana. Hvernig frétt frá Vísi að skólameisturinn líst ekkert á þetta? Nei, þeir hafa verið frekar samstiga í því að þetta sé ekki góðar hugmyndir. Ég held að sé nú mjög mikið tregður lögmál inn í þessum kerfum og ég held að vilji aldrei neinar breytingar. Maður sér alveg raddir sérfræðinga sem að hampa þeim sjónarmiðum sem að hafa komið fram. Ég var nú að hæla þessu í gær hérna. Okkur fannst hann fara vel á stað, það sem sáum á honum í kastljósinu. Já, mér fannst það bara hugmyndir það að taka hluta af svona fjársýslunni af skólastjórunum, þannig að skólastjórinn geti verið fremstur meðal jafningja sem faglegur yfirmaður. Já.
ég var að hæla því. Og fjölbreytni framhaldsskóla. Við erum að tala um Guðmund Inga, fáum kannski mynd, ég valdi svona bara tilviljun, ég sá marga svona frekar neikvæða statusa á Facebook. Þótt hann ekki standa sig vel? Nei, þarna kemur framistæða menntamálaráðherra Kastljósson ekki boðleg, segir Stefán Pálsson, pólitíkus, sagnfræðingur, VG-maður. Af hverju voru við svona jákvæðir? Ég hlustaði á viðtali til enda til þess að athuga hvort ég hefði mistað einhverju, hvort honum hefði á eitthvað slæmt, en nei, mér fannst það ekki. Hann er svolítið óöruggari heldur en margir aðrir og þetta tekur hann kannski aðeins lengri tíma að forma orðin og allt það, og það sem ég fór að hugsa var það að Magnea Marinósdóttir, hún eiginlega saði þetta fyrir mig. Hún er í athugasemd þarna einhvers staðar að ræða þessa framistöðu hans og vera hann með kjaft og klóm, og svo segir hún, mér fannst líka bara spyrillinn svo furðulega ágeng og ég fór að hugsa að ef þú kemur úr þessari átt inn í þennan fjölmiðlaheim, Sýn, RÚV, Mogginn, þá svo oft látið við þig eins og þú eigir ekki heima í þessari veröld. Þú færð á þig helmingi harðari spurningar. Ég enn að velta fyrir mér hvað hefði orðið Ástu Lóu-málið ef þar hefði verið þingmann úr einhverjum öðrum flokki. Ég meina þegar við talaði Einar Þorsteinsson við Ingu Sæland sem var alveg til skammar fyrir RÚV. Stemmingi var alltaf svona hvernig anskondin þú að vilja upp á dekk. Akkurat, þannig að það verður náttúrulega erfiðara. Þau eru í mínus þegar kemur að því að þoka einhverjum breytingum á framfæri. Þau fá á sig miklu meiri andstöðu líka frá blaðamönnum og ráðandi fjölmiðlafólki. Og þetta mikill ósiður blaðamanna sem hefur að vera að tala út frá almenningi, að vera með svona að tala svona mismunandi til fólks. RÚV ætti að vera neyðarfundur í útvarpsráði þegar þetta birtist. Því að RÚV má þetta bara alls ekki. Ég sammála, Verður að taka öllum En það sem ég skil ekki í þessu máli hverjar eru mótbárurnar? Hvers vegna þetta svona fárlegt? Því að það fylgir ekki neinum af þessum statusum sem að ég sá allavega í dag. Hvað svona rátt við þessar tillögur? Það að ná utan þetta mál og fá skólastjóra og framhaldsskólamenn til þess að tala þetta mál í framhaldinu. Það bara ofstutt eftir að fréttatíman okkar til þess að við förum yfir það. En það var ein frétt í Morgunblaðinu, öldruðum í bið eftir hjúkrunum í fjölgar 63%. Þetta svona aðsend grein frá þeim eftirlaunaþegum og ég tekið þessi gröfin ef við sjáum þau aftur þá það almenn hjúkrunarlými á hverja 1000 landsmenn yfir 80 ára sem sá hópur sem þarf á þess að halda. Við sjáum það frá 2019 að ferða á 220 yfir í 203 þannig að það fækkar töluvert. Þetta ekki mörg ár þannig að þetta svona við erum ekki réttri leið. Þetta verklausa ríkisstjórnin. Já, en þetta gerist náttúrulega því að það fjölgar fólkinu sem yfir áttrætt. Þannig ef þú ætlar að halda í við þetta þá þetta að vera að byggja mikið af heimilum og hitt grafið sem að sýnir fjölda þeirra sem að bíða á sama tímabili 2019 sem er bara fyrir stuttu síðan að þá voru svona 375 að bíða en núna eru orðnir 615. Þetta sláandi. Þetta svona dæmi mörg mál sem eru svona stór verkefni sem eru framöndan hjá þessar ríkisstjórn. Það kom frétt sem að mér var skrítin, RÚV, aðeins helmingur sáttur við eigin heilsu. Já. Þetta ekki skrítið? Jú, maður náttúrulega þarf að kannski nefna það að þarna fylgst með 88 árgangnum. Já, fólki sem að fættar 1988. Og þau tékka að gera svona stikkprufur á nokkur ára fresti. Niðurstaðan að núna er bara helmingur sáttur við eigin heilsu. Og það lýðheilsan og það offitan og það allt þetta. Andlega og kvefið. Ég er búin að vera með kvef bara meira og minna síðan í vor. Þú ert ekki sátt við þína eigin heilsu. En haldið að heilsa fólk sé svona lög eða er fólk bara svona óanægt með sig? Já, ég hugsa sér hvort ekki. Mann grunar það, það ekki? Það alltaf verið að óta að okkur hinnu fullkomna og sem svo veldur maður fyrir sig ef þú myndir spyrja fólk að sumri hvort að það myndi vera samansinnir. Það var nú ágættu læknir í helgispjalli bent á það að við ættum ekki að horfa mikið á það hvað verið að við ættum að horfa á það hvað verið í lagi því að það er svolítið hættulegt ef maður er að horfa á það ef maður er með kvef eða ef maður er eitthvað aðeins
lasin eða eitthvað að manni að það mann hætti til þess að sogast inn í þá hugsun. Kannski erum við komin á langt okkar. Mér dettur í huga ungt fólk sé mjög næmt fyrir þessu áreiti, samanburðar áreiti, en við, fólk á okkar aldrei fyrir ekki að ég skelli þér í hóp með okkur smára mörgum áratugum yngri, en við ættum nú að geta púlla það eins og sagt. Já. Herðu, ef við ekki bara stökkva í síðustu fréttina sem að María, þú fannst eitthvað á TikTok? Herðu, stórkostlegt mál sem hefur tröllrið TikTok, nei, þetta er reyndar ekki þetta. Síðustu fréttina. En það er sem sagt, ég finn reyndar ekki íslenska orðið yfir The Rapture. Þetta er einhvers konar svona upphafning. Þetta er svona einum efsta degi að þá verðum við sem erum réttlátt, við verðum reist upp til himna og menna þið Já, einmitt og það er, ég meina, kristna TikTok sem er núna kallað Rapture TikTok eða Rapture Talk fara núna mikið í prep og undirbúning fyrir svona þessar hinstu stundir. Og þetta fara að gerast bara? Þau vilja meina það, í dag eigi þetta gerast. Presturinn frá Suður Afríku, hann kemur út frá okkur spádómi, hann vil samt svona aðeins draga í land með þetta í dag og segir að þetta gerist örugglega morgun. Þannig við fylgjum spennt með og við sjáum bara hvort að það verði ekki. En af hverju þarf maður að undirbúa sig? Er maður ekki bara tekin Sko, mörg þeirra eru að koma bílunum sínum í verð og svona skilja eftir eitthvað fé. Nei, til þess að skilja eftir fé fyrir þau sem eftir verða. Sem er ekki réttlátt. Einmitt, af því að þau eftir að hafa það svo ofboðslega skít þegar hér koma öll skrímslin úr iðrunum og éta okkur og spýta okkur út og eldarnir og engisbrettinir og allt þetta. Það var gott að eiga góðan bíl. Það var gott að eiga góðan bíl. Þetta eru fréttirnar, Björn og María, kæra þakkir. Framundan er rauðaborðið. Ég bendi ykkur á sem eru að horfa okkur á YouTube og Facebook að þið þurfa að finna nýtt streymi, en ef þú horfa í sjónvarpinu eða hlustu í útvarpinu þetta engar áhyggjur af, rauðaborðið er rétt handað við hornið. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.